Dömur mínar og herrar, verið velkomin í þátt númer 2 af eldvarpinu. Ég byrja einmitt ávarpið mitt á þessu vegna þess að ég vil undirstrika að kyn mannfólks eru náttúrulega bara 2 og við heyrum þessa góðu kveðju til okkar sjaldnar og sjaldnar. Eins og fram kom í síðasta þætti, þá hafa samtökin 78, félag sem ég var einu sinni félagi í fyrir löngu síðan, kært mig til lögreglu vegna tjáninga minnar og gagnrýni á vafasama hegðun karla gagnvart hvítvoðungum. Þau hafa kært mig fyrir gagnrýni á fjölmiðil sem lofsamar þessa iðju á skjön við almennt siðgæði og leiðbeiningar heilbrigðisyfirvalda. Þau hafa kært mig fyrir gagnrýni á fánaskreytingar í Lundúnum. Þau hafa kært mig fyrir gagnrýni á Alþingi fyrir lagasetningar sem eru á skjön við raunveruleikann og þau hafa kært mig fyrir gagnrýni á kynjafræðinga og öfgafulla transaðgerða sinna þegar kemur að ýmsum málefnum og svo fyrir framlag Íra í Eurovision á síðasta ári. Það má með sanni segja að sparðatýnsla sannleiksráðuneytis Katrínar Jakobsdóttur að Suðurgötu 3 hafi borið alveg mjög góðan afrakstur eins og við munum fara í gegnum. En það nú í höndum lögreglunar á Suðurnesjum og svo hugsanlega eins meðlim samtakanna 78 sem kannski í kyngerfi saksóknara að ákveða hvort að ég skuli vera dregin fyrir rétt og stungið inn í tukthúsið næstu 2 vetur. En það sérstök tilfinning sem fylgir því að samtök sem hefur gagnrýnt þó nokkurt skeið, samtök sem ég hef boðist til þess að setjast niður með og ræða málin með málamiðlurum eða moderators á opinberu vettvangi, kjósi að kæra gagnrýnendur sína í stað þess að mæta þeim í opnum og lýðræðislegum skoðanaskiptum. Samtökin 78 voru einu sinni samtök sem börðust fyrir borgaralegum réttindum til handa samkynhneigðum. Núna eru hins vegar samtökin orðið límið í trúar- og lífsskoðunarfélagi þeirra sem aðhyllast ýmis gremjufræði eins og critical race theory, critical theory og queer theory. Samtökin 78 í raun og veru ekkert annað en sértrúarsöfnuður á borð við Votta Jehóva eða Scientology. Gagnrýni á samtökin 78 bera sömu viðurlög og gagnrýni á Votta Jehóva og Scientology. Útskúfun. Það veit ég mjög vel. Því ég byrjaði þessa vegferð fyrir nær 10 árum síðan eða árið 2015. Samtökin tala að ég sé að tala gegn tilverurétti einhvers hóp sem þau velja að skilgreina á einhvern annan hátt en ég. En hvar hef ég í raun og veru talað í gegn á móti tilverurétti fólks eða tilvist þess? Ég meina, fólk sem dregur andan og á meðalvor eru lifandi manneskjur. Þær hafa alla náttúrulega tilverurétt í krafti þess, óháð því hvernig þær skilgreina sig eða ég. En kíkjum á þessi ummæli sem sparðatýnsla samtakanna 78 skilaði og ég kærður fyrir. Við skulum bara renna fljótlega í gegnum þau. Sem sagt, 19. nóvember 2022, það okkar upplýsta skoðun að hér átt að greiða götur kynjafræðinga og transöfgasinna til þess að gera ólögráða börn að lyfjaþrælum fyrir lífstíð. 1. júní 2023, það þessi mánuður aftur fólk. Núna munu stórfyrirtækin breyta logoum sínum til þess að friða alla litlu fúrurarana í réttlætingar sértrúarsöfnuðinum og við munum ekkert heyra annað en translesbíur, stelputippi, þetta og hitt og allt í nafni fjölbreytni og samúðar. Þau elska 1939 Berlínarstíls innréttingar, það ekki? 29. ágúst 2023, ég meina þessi drusla að nota smábörn til að fullnægja augljósum afbrigðilegum kynlífsblætum í mönnum sem kallast BARNAGERND. Svo koma hérna önnur ummæli ef ég kemst inn á
inn á síðuna hérna aftur. Það frá 2. apríl árið, altså 2. apríl árið 2024. Þessi löngun kynferðislegt blæti sem kallast autogynephilia á ensku, en ég hef sjálfur íslenskað hugtakið í kvensjálfsímyndunar blæti. Þegar karlmenn eru farnir að nota unga börn til þess að sinna kynferðislegum pervertaskap sínum, þá erum við komin í algjöra botnleðju. Hversu djúp og hversu djúp hún og hversu meðvirkt samfélagið til í að vera. Svo það 3. apríl 2024. Alþingi heldur að karlmenn geti fætt börn. Þessi lög í bága við bæði barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og í bága við úrskurð Mannréttindadómstóls Evrópu varðar rétt barns til þess að þekkja líffræðilegan uppruna sinn. Manneskjur sem fæða börn kallast konur. Konur sem fæða börn eru alltaf líffræðilegar mæður barna sinna, alveg óháð því hvað vanstilt Alþingi segir. Svo það 9. apríl 2024. Af hverju eru samtökin 78 að grúma 10 ára krakka í 5. bekk? Hversu lengi ætlar fólk að vera meðvirkt? Og svo frá 8. maí 2024. Sumir láta sér ekki nægja að koma fram fyrir þjóð sína, heldur veifa fána satanísks sértrúasafnaðar sem vill helst gelda eins mörg börn og mögulegt Myllumerki Freakshow, Myllumerki Eurovision 2024, Myllumerki 12 stig. Við skulum fara yfir þessi ummæli eitt í einu. Já, við skulum byrja því þá að líta á fyrstu ummælin. Þessi ummæli sem ég kærði fyrir ein setning í þessari grein sem við sjáum hér. Greinin birtist reyndar fyrst í prentútgáfu Morgunblaðsins deginum eða 2 dögum áður. Ég bara manna ekki akkúrat í augnablikinu sem ég að taka upp, en láta það liggja á milli hluta. En 17. nóvember þá hún sem sagt birt á fréttin.is í nákvæmlega sama búning og hún var birt í Morgunblaðinu, og við skulum renna yfir hana því að það athyglisvert að ég kærði fyrir eina setningu í þessari grein, því að ég get ekki sé að þetta séu kannski beint ummæli sem falla undir hatursorð eða annað. Þetta náttúrulega hvöss gagnrýni á störf þingsins og störf varaþingsmann sem var í hagsmunaárekstri, og ég sendi umkvörtun til forseta Alþingis eftir ummæli sem sá þingmaður Daníel Arnarsson lét falla í ræðustól Alþingis, en vitaskuld þá hafa þingmenn þinghelgi og hana ber náttúrulega virða, og þingmenn verða náttúrulega að njóta 100% málfrelsis í ræðustól Alþingis. Það mjög mikilvægt, en hins var sendi ég umkvörtun til forseta Alþingis vegna þess að þingmaðurinn gerði ekki grein fyrir hagsmunaárekstri sínum þegar hann var í ræðustól Alþingis. En kíkjum á greinina, því að mér finnst mikilvægt að við förum bara í gegnum þetta. Og skulum koma Samtökin 22, hagsmunasamtök samkynhneigðra hafa verið aðeins í umræðinni undanfarna daga. Ég talsmaður þeirra tiltölulega nýju grasrótarhreyfingar samkynhneigðra. Við erum hópur samkynhneigðra sem hefur haft áhyggjur af þeim breytingum sem hreyfingin okkar hefur tekið. Í síðustu viku skiluðum við inn umsögn til Alþingis varðandi svokallað bælingameðferðarfrumvarp Hönnu Katrínar Friðriksson úr Viðreisn. Með henni flytja frumvarpið þingmenn úr öðrum stjórnmálaflokkum. Umsögnin okkar á þann veg að við getum ekki stutt frumvarpið eins og það lagt fram. Ástæðan fyrir því einfaldlega sú
að frumvarpið fyrir það fyrsta augljóslega ekki smíðað með þarfir samkynhneigðra að leiðarljósi, þó að það sé neytendavænna að selja þingheimi það svoleiðis. Frumvarpinu ætlað að gera svokallaðar bælingameðferðir varða kynhneigð, kynvitund og kyntjáningu fólks refsiverðar séu þar framkvæmdar með nauðung, blekkingum eða hótunum. Refsiramminn 3 ár í fangelsi en 5 ár ef á við barn yngra en 18 ára. Hver sem framkvæmir hvetur með beinum eða óbeinum hætti til eða hefur þegið fé vegna meðferðar sem greinir í 1. málsgrein skal sæta sektum eða fangelsi allt af 2 árum. Þetta náttúrulega bein tilvitnun í lögin. Í greinagerðinni sem fylgir frumvarpinu látið líta út eins og þessi lög séu smíðuð til þess að vernda samkynhneigða sérstaklega og ýmsar staðhæfingar án rökstuddra heimildar þá lagðar fram, eins og til dæmis sjálfsmorðstíðni og tíðni tilrauna til sjálfsvíga meðal samkynhneigðra. Hanna Katrín sagði í framsöguræðu sinni hún lagði frumvarpi fram að þetta væri glufa í hegningalögunum sem þyrfti að loka. En það einfaldlega rangt, því að það alltaf ólöglegt að beita blekkingum, hótunum og nauðung við fólk. Lögin einfaldlega þannig að þau vernda okkur öll jafnt. Einnig vildi hún að máli fengi hraða meðferð og mögulegt væri. Það beint í nefnd, úr nefnd og umræða og lög. Svo mikill var æsingurinn að ekki var beðið umsagnir við frumvarpið fyrr en eftir að umsögn okkar var skilað inn við lok umsagnarfrestsins. Það eftirtektarvert að þessi frumvörp byrjuðu að dúkka upp að þjóðþingum Vesturlanda frá miðju síðasta ári og í byrjun þessa. Það tiltölulega augljóst að samstillt átak öfgasinnaðra transaktivista sé að ræða. Það augljóst að Hanna Katrín að ganga erinda þess hóps. Hver og einn þarf ekki að leita víðar en á Twitter til þess að skoða samskipti hennar við þann hóp. Í frumvarpinu fjallað að banna í svokallaðar bælingameðferðir varða kynhneigð, kynvitund og kyntjáningu. En hvað þýða þessi orð? Hvernig þau skilgreind í lögum? Hvað telst til blekkinga? Samtökin 78 skilgreina til dæmis 14 kynhneigðir og fleiri tuga kynja. Hvað frumvarpinu eiginlega ætlað að banna? Miðað við viðbrögðin við umsögn okkar hjá 22 og umsögnum fagaðila sem lýsa áhyggjum sínum, meðalhófs transaðgerða sinna eins og Buck Angel og svo til dæmis frá Richie Herron sem blekktur var í kynleiðréttingaferli, þá ljóst að markmiðið var ekki að hjálpa samkynhneigðum. Hérna kom svo ummælin sem ég kærði fyrir. Það okkar upplýsta skoðun að hér átt að greiða götur kynjafræðinga og transöfgasinna að gera ólögráða börn að lyfjaþrælum fyrir lífstíð. Þetta hörð orð, hugsa eflaust sumir. Við sammála því. Þetta hörð orð. Það nokkuð augljóst að hérna hagsmunir ákveðinnar hugmyndafræði sett ofar hagsmunum barna og ungmenna. Viðbrögðin við umsögnunum svo harkaleg og öfgafull. Þriðjudaginn 15. nóvember sagði framkvæmdastjóri samtakanna 78 og varaþingmaður VG Daniel Arnarsson eftirfarandi úr ræðustól Alþingis. Hatur getur nefnilega birst á ótal vegu, ekki aðeins með líkamlegu ofbeldi eða beinu andlegu ofbeldi, heldur einnig með því að grafa undan tilverurétti. Og það einmitt það sem á sér stað í dag, beint fyrir framan nefið á okkur þingfólki. Því að hatursamtök gegn transfólki hafi fyrsta sinn skilað inn umsögn til fastanefndar Alþingis. En þar tilveruréttur transfólks ekki einungis dregin í efa, heldur það sagt beinum orðum að transfólk sé hreinlega ekki til og samfélagið búi til transfólk með ólöglegum skurðaðgerðum og lyfjanotkun. Allt saman hið mesta bull. Samtök tengd þessum samtökum sem ræðir á lista erlendis yfir opinber hatursamtök og deila þar sæti með nýnasistum og öðrum öfgasamtökum. Ég hvet allt þingfólk til að mótmæla þessu hatri og gagnrýna upplýsingaóreiðuna alla.
Forsætisráðherra sem jafnframt ráðherra jafnréttismála og þar með málefna hinsegin fólks sett á nefnd hatur og hatursáróður. Sú nefnd mun skila sér tillögum í næsta mánuði og ég vona þær tillögur fari hratt í gegnum þingið svo við eignumst góð lög til að vernda minnihlutahópa fyrir hatri og ofbeldi. Því að það getur bjargað lífum. Önnur ummælin sem ég kærður fyrir eru á ensku og varða í raun og veru fánaskreytingar eða gagnrýni á fánaskreytingar á Regent Street í London. Ummælin hljóða svona: It's this month again, folks. Every big corporation will alter their logos to appease all the little Führers in the cult of validation. And we will hear nothing else than trans this and trans that, and of course, what these poor men need. They love the Berlin 1939 decor, don't they? Og eins og þið sjáið, þá þetta svakalegar skreytingar sem minna helst bara á hvernig ákveðnum fánaskreytingum var, hvað maður að segja, settar fram eða flaggað í Berlín á nasistatímanum. Ég meina, þetta stórkostlegt brjálæði að sjá aðalstræti Lundúnaborgar í þessum búningi. Þessi fáni mjög umdeildur meðal samkynhneigðra. Þetta ekki fáni sem samkynhneigðir geta sammælst Þetta fáni alræðishyggju sinna og hinsegin fræðinga sem stálu hreyfingur okkar, og þetta fáni sem vekur óhug meðal margra samkynhneigðra. Ég til dæmis og margir sem ég þekki, við förum ekki inn á skemmtistaði eða staði þar sem þessum fána flaggað, því að hann vekur bara einfaldlega hjá okkur það mikinn óhug að við kærum okkur ekki að stunda viðskipti og eiga samskipti við fólk sem notar þennan fána. Þegar við höldum áfram með ummælin sem ég kærður fyrir, þá langar mig eiginlega að við notum þennan þátt eða þetta viðtal úr Reykjavík síðdegis sem var birt, skulum við sjá, það var birt í desember, með minni 20. desember, ef ég ekki alveg að klikka, 19. desember, þannig að það var mjög nálægt. Þar mætur maður, hann Brynjar Níelsson og Helga Vala Helgadóttir til þess að ræða þessa kæru. Þetta svo undarleg staða að vera í að ég kærður, ég hef verið að gagnrýna, ég hef unnið mikla rannsóknarvinnu síðastliðin ár, en fjölmiðlarnir virðast vera miklu meira reiðubúnir að ræða mig og tala mig og fá fólk út í bæ til þess að tala mig í stað þess að tala við mig. Mér finnst þetta að vera skrítið vinnubrögð, en við skulum kíkja á þennan þátt með Reykjavík síðdegis og ég mun svona hoppa inn á köflum þegar þess þarf. En nú komið að umræðum tjáningarfrelsið og hatursorðræðu. Já, hvar liggja mörkin þar? Já, nú það heitar umræður hafa sprottið bæði á síðu Snorra Mássonar, þingmanns Miðflokksins, eftir hann birti þar grein sem hann skrifaði í Morgunblaðið birti í morgun, og þar sem hann gagnrýna harðlega kæru sem Eldur Smári Kristinsson hefur mátt sæta, eins og hann segir, að hálfu samtakana 78, og ég held að sé nokkur fleiri í þessari kæru, þar sem hann kærður fyrir hatursorðræðu. Og hann Snorri vitnar í Eld í eina setningu, í eina málsgrein, en þetta auðvitað margar málsgreinar og þið getið séð þetta á vísi.is hvað hann kærður fyrir, en ein til dæmis svona: Alþingi heldur að karlmenn geti fætt börn. Þessi lög í bága við bæði barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og í bága við úrskurð Mannréttindadómstóls Evrópu varðar rétt barns til þess að þekkja líffræðilegan uppruna sinn. Manneskjur sem fæða börn kallast konur. Konur sem fæða börn eru alltaf líffræðilegar mæður barna sinna, alveg óháð hvað vanstilt Alþingi segir.
og þetta er einsetningin eða semst málsgreinin sem að hann er kærður fyrir en þær eru svo sannarlega samt fleiri og til að ræða þetta eru hingað komin. Já, Brynjar Níelsson og Helga Vala Helgadóttir, velkomin. Takk. Já, hvort ekki vil byrja? Hvar myndi þetta flokkast undir hatursorðara við ykkar huga? Það sem hún las upp, hún Jóhanna. Ekki þessi málsgrein, nei. Þetta eru eina nokkrum, sko. Já, ég hef ekki séð hérna, mér finnst það verið fráleitt, sko, en þetta er auðvitað bara þróast þannig að hérna svona hagsmunahópar sem eru bærast brutu fyrir hagsmunum ákveðna félagsmanna og allt er besta með það, en þegar menn eru að fara að nota sér það í stórum stíl út af einhverju svona, þá hefur nú verið áhyggjur að tjáningafrelsinu að menn líta á það að þetta sé refsiverð háttsemi og hatursorðra. Já, en hvað finnst þér bara almennt þessa umræðu mitt vegna þess að það var nú bætt við í lögin einhverjum svona kapla hatursorðraðu sérstaklega og já. Já, ég þekki þetta alls saman, sko, já. Og ég hef verið mjög gagnrýninn á þetta vegna þess að sko, ég hef alltaf vilja meina það að það sem kallast hatursorðra, þá verður þú að vera að kynda undir einhvers konar ofbeldi eða ofsókn og gagnvart einhverjum hópum, ekki hafa bara einhverja aðra skoðun, sko, heldur þurfa að vera einhvern veginn, vera þá ógnandi eða íta undir einhvers konar ofbeldi eða ofsóknir á hendur þessum hópum. Hvetja til þess? Hvetja til þess með einum öðrum hætti. Auðvitað verður þetta alltaf einhver leyti matskennt, en sko, tjáningafrelsi er auðvitað bara svo mikilvægt. Við getum eiginlega ekki, sko, gengið mjög langt í þessu eins og verið að gera greinilega þarna. Þá er það orðið einskís virði. Þá mjög skrítið að það geti gerst í lýðræðisríki í raun og veru. Hvað segir þú, Helga Vala? Já, ég held að við verðum að átta okkur á hvaða ummæli það eru sem að eru kærð til lögreglu. Það er til dæmis þessi, okkur eru samtökin 78 að grúma 10 ára krakka í 5. bekk, hversu lengi ætlar fólk að vera meðvirt. Sumir láta sér ekki nægja að koma fram fyrir þjóð sín heldur veifa fána satanísks sértrúasafnaðar sem vill helst gelda eins mörg börn og mögulegt er, Freakshow, Eurovision. Svo skrifar ég meina þessi drusla að nota smábörn til að fullnægja augljósum afbrigðilegum kynlífsblætum í mönnum sem kallast barnagirnd. Sko, er þetta öll hatursorðræða? þessi umræða beinist að einum hópi fólks, hópi sem að við hljótum öll að geta verið sammála að er minnhlutahópur og hefur í daglegu tali gengið undir orðinu trans og árabil hefur þessi tiltekni einstaklingur sem við hefur til dæmis þessu orðræðu svona gengið mjög hart fram í þeirri umræðu. Stoppum aðeins stöldrum aðeins við, rennum í gegnum fljótlega þessi ummæli sem Helga Vala hafði las upp. Fyrstu ummælin sem Helga Vala les hér upp, þar er hversu lengi eru samtökin 78, eða af hverju eru samtökin 78 að grúma 10 ára krakka í 5. bekk, hversu lengi ætla fólk að vera meðvirkt. Sko, og svo þarna er auglýsing frá hinsegin hittiki í Hafnarfirði. Skulum athuga það að sko, samtökin 78 eru samtök sem eru ekki hafin yfir gagnrýni. Samtökin eru að fá mikið af opinberu fé frá skattgreiðendum, bæði úr ríkissjóði og svo úr hinum og þessum sjóðum sveitafélaga og embætta og jafnvel fyrirtækja. Þannig að samtök eins og samtökin 78, það er ekki samtökin 78 sem er minni hlutahópur sem nýtur sérstakrar verndar í lögum hatursorðræðu. Samtökin 78 eru bara eins og samtökin 22, almenn félagasamtök sem er hægt að gagnrýna. Ég meina,
Samtökin 78 hafa til dæmis gagnrýnt samtökin 22, alveg að sama skapi sem við gagnrýnum samtökin 78. Þetta bara mjög eðlilegt. Hins vegar, eins og ég hef bent hérna áður á, þá eru samtökin 78 í raun og veru með trúarlegt doktrín og stunda, og þetta bara mín skoðun, og fleiri, að það verið að stunda innrætingu. Börn eru ekki samkynhneigð eða gagnkynhneigð eða tvíkynhneigð eða trans. Börn eru börn og við erum ekki að fara að stuðla að því að gera börn að einhverjum kynverum. Börn eru börn, svo ganga börn eða ungmenni gegnum kynþroska, og þegar kynþroskanum lokið og börn eru búin að móta sinn persónuleika, búin að taka út sinn þroska, þá fyrst hægt að ræða hvort að einstaklingur sé samkynhneigður, gagnkynhneigður, tvíkynhneigður, eða sé að glíma við kynama og þurfi að leita einhverjar aðstoðar við að díla við þann vanda. Já, og svo þannig að þetta bara nokkuð borðleggjandi. Gavalah tekur svo önnur ummæli sem hún les upp og mjög sáramóðguð fyrir hönd einhvers hóps fyrir og tekur þau fyrir, og hún segir, ég meina þessi drusla, og heldur svo áfram á íslensku, en hins vegar þá eru þessi ummæli á ensku sem ég kærður fyrir, og þau hljóða eftirfarandi: I mean that rag. Using infants to satisfy an obvious paraphilic sexual fetish in men is called PEDO, PHILIA, pedophilia. I mean that rag. Þetta þýtt yfir, ég veit ekki hver þýtti þetta fyrir Vísi eða samtökin eða lögregluna eða Helgavölu á annað borð. That rag, það ekki verið að tala mannesku sem druslu. Hins vegar þá þetta gagnrýni á fjölmiðil, vegna þess að Pink News ógeðslegur snepill og ömulegur fjölmiðill, aktivista áróðra fjölmiðill, hinsegin queer folks eða hvernig þau skilgreina sig. Og þegar ég segi I mean that rag, þá ég að meina þessi sorpmiðill. Rag sem, rag þýðir drusla, en við notum ekki orðið drusla í þessu samhengi, því að I mean that rag, þá erum við að tala sorpmiðilinn eða þannig djöfissi snepill. Þetta gagnrýni á Pink News fyrir það að koma með grein sem stendur, yes, trans women can breastfeed too, and here is why it's good for both mom and baby. Og þvert á vitnesku og ráðleggingar og almennt siðgæði að þetta ekki eitthvað sem samfélagið samþykkir að transkonur eða karlar sem eru að taka inn lyf til þess að búa til eitthvað gervertusull að bera, að gefa ungabörnum. Þannig að nei, þetta ekki árás á hóp eða árás á transfólk sem heild eða sem minnihlutahóp. Þetta gagnrýni á fjölmiðil, that rag, að birta þessa grein fyrir að fyrsta og gefa í skyn að þetta iðja sem bara í góðu lagi og stenst bara almennt siðgæði. Þannig að þarna sjáum við rangtúlkanir og oftúlkanir. Samtökin 78 hafa haft ærin tækifæri til þess að setjast niður og ræða við mig. Ég hef til og með verið aðgengilegur, mjög aðgengilegur, og meira þess að var ég með nokkuð spjöld fyrir utan einhvern félagafund hjá þeim einu sinni, sem ég mótmælti ásamt annarri góðri konu, og það var nú einn sem kom að tala við mig, Sveinn Kjartansson, en hann náttúrulega missti stjórnar á skapi sínu og var ekki viðræðahæfur. Þannig að, eins og ég segi, ég hef alltaf verið tilbúin að ræða málin.
þannig að ef þetta fólk hefði kannski haft eitthvað áhyggjur af, já þetta orðræða sem við höfum bara áhyggjur af og annað. Ég meina, takið upp símann og hringið, sendið mér e-mail. Ég hef sendið ykkur e-mail. Ég hef verið samtökin 22 báðu til dæmis líka að fá að halda fyrirlestur á hinsegin dögum í 2023 ef ég man rétt. Þar vildum við fá að halda fyrirlestur í Iðnó áhrif samfélagsmiðla og hvernig þeir hafa og hvaða áhrif þeir hafa haft á ungmenni. Það var ekki hægt, þannig að við ákveðum að halda málþing í staðinn og þar sem aðgerðasinnar samtökanna 78 gerðu allt til þess að reyna að koma í veg fyrir eins og fólk veit. Þannig að já, hvort að þetta falli undir tjáningafrelsið verður náttúrulega líka spennandi að sjá. Má maður gagnrýna fjölmiðla? Má maður gagnrýna svona greinaskrif sem standast bara hvorki staðreindatjekk eða siðferðislega skoðun. Það verður að koma í ljós. Helga Vala segir að ég sé hatursfullur í minni orðræðu og þess aftar. Þetta er bara rangt. Ég hef einkum reynt að vera kurteis en hvass. Ég veit að þetta er rosalega fín lína, en við verðum að athuga það að þetta eru þung og mikilvæg mál sem ég hef verið að ræða og jú, vissilega er gagnrýnin á sumu leyti hörð, en á að rétta sér algjörlega. Hún á algjörlega að rétta sér og við verðum bara sem samfélag að fara að mega og þora að ræða ákveðin mál eins og þessi af festu og af heiðarleika og af sanngirni. Samtökin 78 eru farin að velta $250 á ári. Við erum komin upp í 200-300 milljónir á ári sem þessi samtök eru að velta. Þetta eru gríðarlegir fjármunir og þetta eru aðalega úr sjóðum skattgreiðenda. Þannig að skattgreiðendar hafa heimtingu að vita í hvað peningarnir þeirra eru að fara og hvers vegna. En Helga Vala, hún kemur þarna með ummæli til dæmis að ég sé að meiða börn og þess aftar. Ég vísa þessu algjörlega á bug. Hún segir náttúrulega, þetta stendur mig nærri og annað. Þetta er nefnilega einmitt málið. Þetta er ekki borgaraleg hreyfing sem er í gangi. Það sem er í gangi er sem sagt hugmyndafræði úr efstu lögum samfélagsins og sem er að funnelast niður. Þess vegna, eins og ég hef nefnt áður, þá eru þetta börn efri stéttarinnar og efri hluta millistéttarinnar sem eru í þessum pakka og 80% af þessum börnum eru að glíma við taugaþroskaraskanir og önnur áföll, tráma og ýmis geðræn vandamál. Svo milli jóla og nýjárs þá tók Stefán Einar Stefánsson í Spursmálum viðtal við einn stjórnarmann samtakanna 78, hann Jóhannes Þór. Þetta var mjög fróðlegt spjall, en við skulum kíkja á það spjall áður en við höldum áfram. Hingað í setti á þessu degi í þessari viku af því að svona hitarinn hefur verið á ykkur báðum. Þú kannski stemdir þér ekki inn í þá umræðu beint, en Jóhannes, ég leyfi mér að fullyrða að þú hafi gert það ásamt mótherja þínum að þessu sinni, Snorra Másinni. Hann lagði orðið í belg núna í blaðinu hjá okkur, Morgunblaðinu í vikunni, og var að fjalla aðgerðir sem að samtökin 78 standa fyrir. Þú situr þar í stjórn. Þar sem þeir eru að taka á einum þingframbjóðanda, Eldi Smára Kristinssyni, og eru það, þeir eru að klaga til lögreglunnar fyrir hatursorðræðu. Það er mikið rétt og það er mikilvægt að átta sig á því þessari umræðu að þetta mál snýst ekki bara einhvers konar skoðanir fólks og tjáningafrelsi, það er miklu dýpra. Þessi umræða er sú sama og hefur farið fram í löndunum í kringum okkur, til dæmis í Bretlandi og Bandaríkjunum,
og hún snýst tilverurétt transfólks í samfélaginu og hvað má segja transfólk sem hóp í samfélaginu. Við erum í rauninni hjá samtökunum 78 að berjast fyrir lagalegum réttindum transfólks og alls hinsegin fólks í samfélaginu og annarra þegna og það hafa samtökin gert í 50 ár og það sem kemur fram í þessari grein, það sem að Snorri sem nýkjörinn þingmaður tekur upp hanskan fyrir þessi ummæli, þá skiptir máli að átta sig á því að þau ummæli sem hann tiltekur í greininni, þau eru bara ein af mörgum. Hann tiltekur ein tiltekin og segir að það eru önnur ummæli sem að séu sannarlega óviðurkvæmileg. Akkurat. Það er mjög mikilvægt að átta sig á því að samtökin 78 eru í raun að kæra Eldmar Kristinsson fyrir það að kalla transkonur sem hóp í samfélaginu barnaníðinga. Þar hafið þið það. Þau hafa sem sagt ákveðið að rangtúlka og oftúlka þau ummæli sem ég er búin að fara yfir hérna áður. Að ég hafi verið að kalla sem sagt allar hópinn barnaníðinga. Þetta er náttúrulega alveg stórkostleg afbökun á því sem ég var að gagnrýna eins og þið náttúrulega gerir ykkur grein fyrir eftir yfirferðina. En leifum honum að halda áfram að grafa. Nú bara velti því til ykkar hvort að þið myndu láta það óátalið ef því slíku væri beint að ykkur. Við sannarlega lítum svo á að það sé óviðurkvæmilegt að gera það og það sé beinlínis hættulegt. Og við bendum í rauninni á það að þessi umræða sem að þarna verið að Jóhannes telur að það sé beinlínis hættulegt að ég sé sem sagt að gagnrýna það að kallar sé að taka inn lyf til þess að búa til geirvörtusult til þess að gefa börnum. Sko, það er eiginlega, ég myndi eiginlega segja að það er hættulegt að gera það ekki og ég myndi vera hvað er rétta orðið? Ég var að bregðast minni borgaralegu skyldu ef ég myndi ekki gagnrýna þetta og grípa til varna fyrir börn og unga börn. Leggja upp sem einhvers konar skoðun á tjáningarfrelsi eða hvað það er. Það er mjög mikilvægt að átta sig á því að samtökin 78 er ekki á móti tjáningarfrelsi. Tjáningarfrelsi er gríðarlega mikilvægt fyrir hinsegin fólk og hefur verið grundvallaratriði í því að ná fram þeim réttindum sem hinsegin fólk hefur í samfélaginu í jafns við aðra. Þetta er mikið rétt hjá Jóhannesi en þetta er froða þegar þetta kemur úr munnunum hans því að þú verður að athuga það, Jóhannes, ég er samkynhneigður maður, ég fer fyrir félagi samkynhneigðs fólks og við erum að gagnrýna og ég hef verið að gagnrýna en samt vildu skerða tjáningarfrelsi mitt til þess að gagnrýna hreyfingu sem þú telur að ég eigi að vera áfram meðlimur í. Ótrúlegt. Hins vegar er tilveruréttur transfólks eða annars hinsegin fólks í samfélaginu ekki skoðun. Þetta er orðræða frá Bandaríkjunum og Bretlandi og þeir saka mig að flytja inn áróður erlendis frá. Our existence is not up for debate, Þú veist, tilveruréttur okkar það er enginn að tala tilveruréttin ykkar eins og ég kom inn á áðan. Ef þú ert manneska sem dregur andan og ert á meðal vor og lifandi þá hefur þú tilverurétt og hefur rétt til lífs og allt þar eftir göttunum. Það er enginn sem hefur verið að draga það í efa og það er enginn sem hefur verið að tala gegn því. Þetta er bara froðar. Þetta er ekkert annað en froða. Það er ekki skoðun til að rökræða. Það er staðreynd og þessi umræða tjáningarfrelsið, að menn megi hljóta mega tjá skoðanir sínar á riti og í ræðu nokkurn veginn hvað sem er og þá sérstaklega gagnvart þessu varðandi heilbrigðisþjónustu transfólks, varðandi tilveruréttir í samfélaginu, hvort það sé til 2 kyn eða fleiri eða hvað. Þessi umræða, nákvæmlega svo sama, hefur verið grundvöllurinn að þeirri afturför sem hefur orðið bæði í Bretlandi og í Bandaríkjunum. Í Bretlandi er þetta þannig að það eru núna birtar fjölmargar greinar, gríðarlegur fjöldi greinar. Hann segir að hafi orðið afturför í Bretlandi og Bandaríkjunum. Ég er ekki þeirra skoðunar. Það hefur ekki orðið afturför. Það er hins vegar að vera að stíga á bremsur. Það er verið að stíga á bremsuna fyrir að við förum ekki í eitthvað algjört rugl
og þú veist, eins og þetta, að fara að samþykja það, að kallar siti unga börn á brjóst eftir að hafa tekið einhverja pillur og drasl til þess að búa til geirvörtusull. Það nú einn ángin að þessu. Annar ángin að hvort að börn og börn eiga að þurfa að þola það að þeim sé sagt að þau séu fædd í röngum líkama, það sé hægt að laga þau, það er hægt að gefa þeim lyf, þau geta að fara í aðgerðir. Sko, það er tvöfalt brjóstnám hafa verið gerð á börnum í Bandaríkjunum allt niður í 12 ára. Er það afturför að það sé tekið fyrir það? Nei, það er ekki afturför. Það er nefnilega bara, þú veist, það verður náttúrulega að check and adjust allt sem við gerum í samfélaginu. Það er ekki allt, alla breytingar eru ekki alltaf framfarir eða afturför. Stundum þurfum við hins vegar bara að fara í smá skoðun hvað er rétt að gera hverju sinni. Er það til dæmis afturför að konur fái að stunda íþróttir sínar án aðkomu karla eða karla sem skilgreina sig sem konu til þess að komast ofar á afrekslistanum í kvennaflokki? Nei, það er ekki afturför. Við verðum að fara að vera með skilgreiningarnar á hreinu svo við séum að ræða sömu hlutina. Gegn transfólki beinlínis í breskum fjölmiðlum. Þar hefur orðið til neikvæður spírall fjölmiðla og stjórnmálamanna þessa smjörklípu. Jóhannes að gera sig sekan hatursorðræðu, var hann ekki að kalla allt transfólk smjörklípu? Að verða fyrir aðkast í samfélaginu. Það hefur verið tekin af þeim réttindi, þeim hefur verið neitað heilbrigðisþjónustu og það sem er kannski mestum vert að átta sig á er það að þessu fylgir síðan í næsta skrefi aukið ofbeldi gegn þessum hópi. Hatursglæpir Jóhannes að það fylgi aukið ofbeldi gegn þessum hópi og annað. Það er engin tölfræði sem bendir til slíks. Jú, það hefur verið tilkynnt fleiri tilfelli af meintum hatursglæpum, eins og til dæmis núna þessum hjá samtökunum 78. Það fer náttúrulega allt í tölfræðina að það séu fleiri tilkynningar. En eru glæpirnir fleiri? Nei, þeir eru ekki orðnir fleiri. Þröskuldurinn hins vegar fyrir að tilkynna eitthvað er orðin ofboðslega lágur og þess vegna getur einmitt þessi hópur og félagasamtök eins og samtökin 78 komið með einmitt þessa orðræðu. Já, ofbeldi er að aukast, við sjáum það á tölfræðinni og bla 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 bla. Tilkynningarnar hafa aukist, ofbeldið hefur ekki aukist. Við skulum hafa það hugfast. Mældir af lögreglunni í Bretlandi gegn transfólki hafa margfaldast á síðustu árum í beinu samhengi við þessa umræðu. Ef við færum okkur til Bandaríkjanna, þá hefur það sama gerst þar. Lögreglan í Bretlandi er reyndar orðin gjörsamlega stjórnlaus og er farin að vinna gegn því sem innanríkisráðuneytið og í Bretlandi hefur verið að biðja lögregluembættin að gera. Lögregluembættin í Bretlandi eru farin að skrá non-crime hate incidents og þess að einmitt eftir því að systurfélag samtakanum 78 Stonewall er búið að hreiðra sig í lögregluembættunum með sinn áróður og sína innrætingu að lögreglumennirnir sjálfir eru orðnir hálfgerðir aktivistar og eru farnir að skrá niður alveg sjálfir án þess að það sé tilkynnt minnsta áreiti eða minnstu gagnrýni gegn þessum hóp. Þannig að þessi tölfræði, hún á heima í ruslatunninni og þetta vita bæði fyrrverandi innanríkisráðherra eins og Suella Braverman og Priti Patel. Þetta er hlægilegt. Það er hlægilegt að nota þetta. Þessi umræða, hvort sem við horfum á podcastara hægrisins í Bandaríkjunum eða bara kosningabaráttu Donald Trumps, hún targeterar þetta fólk sérstaklega og afleiðingin í rauninni af síðustu forsetatíð Trumps og þessum sjónarmiðum sem hafa verið sett fram að nákvæmlega sama hátt og Snorri gerir þarna, þeir hafa leitt til þess að bara þessu ári voru lögð fram 668 lagafrumvörp í ríkjum Bandaríkjanna gegn transfólki, gegn tilverurétti þeirra í samfélaginu.
Heyri hvernig hann talar, þú veist, það voru lagafrumvörp sem sagt lögð fram gegn transfólki, ekki til verndar börnum eða til þess að verja konur og rétt kynbundinni rétt kvenna til friðhelgis og öryggis og einkalífs í viðkvæmum aðstæðum. Þá er þetta löggjöf gegn transfólki, ekki til þess að verja börn, til þess að koma í veg fyrir ótímabærar skurðaðgerðir og óafturkræfa lyfjameðferðir á börnum. Nei, þetta er sem sagt árás á transfólk. Þetta er alveg stórkostlega, þetta er eitt af stóru vandamálunum einmitt í þessu. Allt svona er túlkað sem ofbeldi og árásir á transfólk í staðinn fyrir að skoða hvað lögin eru. Lögin eru til þess að vernda börn og vernda foreldrarétt og vernda rétt kvenna, kynbundin rétt kvenna til friðhelgis og einkalífs og öryggis í viðkvæmum aðstæðum og í íþróttum og þess háttar. En leyfum hann að halda áfram. Það er nú ekki að leggja það til svo ég taki þetta varna. Ég átta mig á því, en það sem ég er að benda á, ástæðan fyrir því að ég tel mikilvægt og við í Samtökunum 78 mikilvægt að benda á þetta er það að nákvæmlega sama umræðan sem að Snorri bendir á þessari grein og reyndar sem fleiri stjórnmálamenn hafa verið að tala fyrir hér á landi eru sjónarmið sem er verið að flytja inn til Íslands úr þessari umræðu erlendis. Og þarna kemur það aftur, þetta er sjónarmið sem ég er að flytja inn til Íslands, en það sem hann náttúrulega kemur aldrei inn á hér, það er að öll þessi hugmyndafræði, það voru að tala queer theory, critical race theory og critical theory, gremjufræðin, að þetta er allt flutt inn frá Bretlandi og Bandaríkjunum. Viðbrögðin hins vegar, þau eru universal, þau hafa komið, critical race theory og queer theory, þetta er ekki eitthvað sem verður organíst eða varð organíst til á Íslandi. Enda er þetta ekki borgarahreyfing eða réttindabarátta, borgaralega réttindabarátta sem Samtökin 78 eru að stunda. Þetta er orðið trúboð, þau eru orðin kennivald, þau eru orðnir valdhafar, þau eru komin í stöðu þar sem eru farin að beita yfirvaldinu gegn tjáningas og minni vegna þess að þau telja sig vera hafin yfir gagnrýnina og þess vegna kalla ég þessa hatursorðræðu löggjöf í raun og veru nýju guðlastlögin, en leyfum honum að halda áfram. Og það er engin ástæða til annars að ætla, en ef þau fá að grassera hér, þá verður þau til sömu afleiðingar. En þú vísar í greinina hjá Snorra og þá tek ég hér upp málstæðan hans hvað það varðar, að hann vitnar sérstaklega til tiltekinna ummæla sem að hann telur að gangi of langt í þöggunartilburðum af einhverju tagi. Getur að einhver leyti tekið undir það að þessar tilteknu setningar sem hann vísar í, að það séu menn að tegja svo langt, þar sé er ekki rétt að menn afmarki það mjög skýrt hvað teljist hatursorðræða og hvað ekki, en felli ekki hitt og þetta undir kröfur það að mönnum sé stungið í steinin? Nei, ég tek ekki undir það og ég skal útskýra hvers vegna. Það er vegna þess að það er ekki Samtökunum 78 skilgreina hvað er hatursorðræða og hvað ekki. Samtökin 78 hafa ekkert hlutverk í því að ákveða hvað er hatursorðræða og hvað ekki. Okkar hlutverk er að benda á það sem við teljum vera hatursorðræða. En telur það hatursorðræða þessa setningu sem að Snorri vísar í? Ég tel svo vera, annars hefðu samtökin ekki kært þetta. Í samhengi við allt annað sem fram hefur komið. Það sem að hins vegar ég vil benda á í þessu samhengi er það að Miðflokkurinn, eins og sem betur fer flestir aðrir stjórnmálaflokkar á Íslandi, hafa lagt mikla áherslu á réttaríkið. Og í réttaríkinu er það þannig að þegar að fólk er kært fyrir einhverja háttsemi, þá er það dómstólar að skera úr það og það eru dómstólarnir sem að muni þá skera úr það hvort þetta er hatursorðræða eða ekki. Og það er jú þannig sem þetta á að virka, ekki satt, Stefán? Jú, en ég held eins og að það sé rétt sem að Snorri heldur fram að það sé alvarlegt ef að menn fella of mörg ummæli og í þessum ummælum sem að þarna ræður. En það er einfaldlega vísað í það að hann heldur því fram að það séu aðeins karlar sem geti eignast börn, að konur geti ekki alið börn, það er að segja aðeins konur sem geti alið börn að líkama sínum en ekki karlar. Er það hatursorðræða? Þegar þú setur það í samhengi við annað sem að þessi tiltekni einstaklingur hefur sagt frá sér, já, þá tel ég það alveg klárt og skýrt. Að menn fullyrði það að það séu aðeins konur sem geti alið börn? Tilgangurinn með þessum ummælum er slíkur að
útrópa þennan hóp fólks í samfélaginu. Og ég skal bara segja það hreint út, karlmenn geta fætt börn, þar að segja transmenn eru menn og þeir geta fætt börn, þetta er bara svo einfalt. Og hér erum við komin kannski að dýpri hlutum sem að væri gaman að taka lengri þátt í að ræða, en það er munurinn til dæmis á því sem þau kallast sex og gender á ensku, að karlkyn er ekki það sama endilega og karlmaður. Þetta hér er Ísland. Þarna er hann komin í fróðina. Sex og gender og að saka mig að flytja sem sagt orðræðu og hugmyndir inn að það er ekki eins og til, þú veist að hann byrja að ræða munin á sex og gender og það er ekki, og það er sér tvennt ólíkt. Þetta kemur alveg beint úr sko playbookinu hérna hjá hinsegin fræðingunum sko. Það var búið til orð á sínu tíma fyrir gender sem var kyngervi en samtökin 78 að einhverjum ástæðum hættu að nota orðið vegna þess að það varð í raun og veru allt of skýrt hver munurinn á milli kyns og kyngervis væri. Auðvitað er karlkyn og karlmaður sami hluturinn. Karlkyn á náttúrulega á við í dýraríkinu en sko karldýrið í tegundin okkar Homo sapiens, karlkynsdýrið í Homo sapiens er karlmaður og kvenkynsdýrið í Homo sapiens er kona eða kvenmaður líka. Þannig að kona og kvenmaður er kvenkynsdýrið í Homo sapiens og karlmaður er karlkynsdýrið í Homo sapiens. En þetta er stórkostlegt að verða vitni af fólki reyna talandi í svona sértrúarsafnaðar lingói eins og er gert hér. Leyfum við að halda áfram. Íslenskan svolítið flókin að þessu vandamáli, eins og við höfum bara þetta orð kyn og það flækir hlutina, það flækir blandar þessu öllu saman. Við notum orðið kynvitund og kynvitund fólks getur einfaldlega verið önnur. Kynvitund er sko hliðstæðan við kynvitund í þessum trúarfræðum er tilvist sálarinnar. Hjá þessu fólki þá er kynvitund sem sagt eitthvað sem þú átt að hljóta viðurkenningu fyrir og kynvitundin segir til hvaða kyn þú ert eða annað. Ef við samþykkjum þetta að við vitum að allir eru með kynvitund, ég segi til dæmis fyrir mitt leyti, ég er ekki með kynvitund, ég er með sjálfsvitund og hún er ekki kynjuð. Líkami minn er karlkyns, ég er karlmaður vegna þess að líkami minn er karlkyns, ég er líkami minn. Ég er með sjálfsvitund sem er bara mín meðvitund og meðvitund á, þú veist, líkama mínum og hver ég er. Hún er sem sagt ekki kynjuð. Ég er með sjálfsvitund og meðvitund sem náttúrulega whatever. En er verið að tala einhverja kynjaða sál, þannig að þú átt bara að geta breytt og fengið einhver sérréttindi að breyta fá að komast inn á yfirráðasvæði kvenna, taka þátt í kvenna íþróttum, fara flettulista stjórnmálaflokkana sem kona og þar fram eftir vegna þess að það er eitthvað í þinni sjálfsvitund eða í þinni kynjaðri sál sem kallast kynvitund sem á að gefa þér þennan rétt. Að sama skapi þá get ég sagt, já, heyrðu, ég er gömul sál, þannig að ég vil fá að breyta kennitölunum minni að ég sé ekki fæddur 79 heldur 49 og ég vil byrja að fá greiddar allir lífeyrisbætur, ég meina eða lífeyrir. Þannig að þetta er mjög skrítið umræða öll, til dæmis á Íslandi. Það er orðið miklu auðveldara, eða það er náttúrulega ekkert flókið í rauninni að skipta kyn lagalega á Íslandi. Það er miklu meira vesend að til dæmis bara að jafnvel skrá sig sem atvinnulausan eða sækja íslenska ríkisborgararétt. Þetta er staðan sem við erum komin í. Það kyn sem að því er úthlutað við fæðingu út frá útlitslegum einkennum.
Þetta er lingó sem er innflutt, kyn úthlutað við fæðingu. Þetta kemur beint úr orðabókinni, gender assigned at birth. Og skulum athuga það, þetta er ekki organist íslenskt. Við myndum aldrei segja þetta, já, kyn sem þú flest úthlutað við fæðingu. Ég meina, halló. Þetta er bara vel þekkt staðreynd og það er ekki að hafa mín orð fyrir því. Það er hægt að skoða bara það sem að sérfræðingur allan heim hafa skrifað þetta og ekki bara læknisfræði heldur. Hvaða sérfræðingar? Vísaðu einhvern tímann í einhverja sérfræðinga, þó það var ekki nema 1 nafn eða 2. Nei. Í mannfræði og fleiri greinum, líffræði og öðru. Þannig að þetta En er bara eftir saman að því að samtök eins og samtöki 78 sem Snorri bendir á eru fjármögnuð af mjög stórum hluta ríkinu úr mörgum skúfum margra ráðuneyta og þar undir götunum að þau þurfa að fara varlega í það að fella víðtækt orðagjálfur manna undir hatursorðræðu sem að er til takmörkunar tjáningarfrelsinu sem að sannarlega eru grundvallar mannréttindi. Samtökin eru fjármögnuð af þjónustusamningum að stærstum hluta eða verkefnabundum peningum, til dæmis í ráðgjöf, þjónustu sem að ríkið veitir ekki, þannig að það er að hafa þá hreinu og þessi peningar ekki að fara bara einhverja. Já, þjónustusamningum, en sko ríkið hefur ekki haldið nein útboð þegar varðar þessa þjónustusamninga eða þessa vörur sem er verið að kaupa samtökunni 78 og ég tel það bara vera lögbrot ef út í það er farið að þessi fræðsla, svokölluð fræðsla, hún á ekkert, af hverju á hún að vera í höndum eins hagsmunafélags hinsegin fræðinga. Þegar það er orðið nokkuð augljóst að það er ekki, það er ekki konsensus, það er ekki sátt hvert hreyfingin er að fara meðal samkynhneigðra og tvíkynhneigðra. Fólk sem laðast að fólki af sama kyni, það vill ekki láta bendla sig við þessa hreyfingu í stórum stíl. Það að ástandið sé þannig á Íslandi að fólk kannski þorir ekki að tjá sig eins og það hefur gert í Bretland og Bandaríkjunum og annað, er einungis vegna þess, þú veist, þetta er ekkert smá grip sem samtökin 78 hefur á félagsmönnum sínum og annað. Ég hef fengið fjölda bréfa og samtökin 22 fengið fjölda bréfa og afrit af samskiptum frá samtökin 78 til fólks, þar sem fólk beinlinni skammað fyrir ákveðna tjáningu eða stuðning eða like eða þessartar á netinu. Þú veist, og þá getið þið bara gert ykkur sjálf upp þá skoðun hvað er hér í gangi. Leyfum nú að halda fram. Hjá þessum samtökum. Þau eru fara í til þess að veita þjónustu eða sinna verkefnum sem að ríkið vill að sé sinnt. Varandi þetta þá er nú öll kærugleðin hjá samtökunum 78 held ég 4 kærur alls. Þannig að það er nú verið að blása þetta úr töluvert miklu samhengi. Við höfum farið satt að segja bara mjög varlega í því að nálgast þessa löggjöf og lagt inn kærur þar sem okkur segja kærugleðin sé lítil, já, að það sé 4 kærur, já, en 3 á hálfu ári, þú veist, það er dálítið mikið. Finnst vera algerlega ljóst að hatursorðræðu eða eitthvað sem fellur undir löggjöfin hatursorðræðu geti verið að ræða og það er síðan eins og ég segi, lögreglunar og dómstóla skera úr það hvort við höfum rétt fyrir okkur eða hvort að dómstólarnir hafa einhverja aðra skoðun á því hvernig ég skilgreinda. Það er ekki mitt eða... Nei, það þarf að fara varlega með það. Það erum við ekki, við erum að fara bara mjög varlega með þetta. Jónasi finnst þeim fara mjög varlega með þetta. Ég er nú ekki alveg sammála því, en eins og þið sjáið, sko, þá er túlkunin hjá samtökunni 78 og þessi hegðun samtökunni 78 farin að sýna að hér er ekki borgaraleg hreyfing á ferðinni heldur trúarofstaki, kennivald, trúarlegt kennivald sem telur sig vera hafin yfir gagnrýni og beitir yfirvaldinu til þess að reyna að þagga niður í svona guðlast mönnum eins og ég, eins og hefur komið fram, þá var náttúrulega alvarlegasti glæpur minn að halda því fram að kyn mannfólks séu 2 og eina hlutverk kyns sé í raun og veru æxlun. Strákar geta verið alls konar og stelpur geta verið alls konar og við eigum að
að vera að horfa frá úreltum staðalímyndunum með kyn heldur en að gera þeim hátt undir höfði með að búa til ennþá fleiri box til þess að tjóðra börn og fólk í. En það nú bara mín skoðun, sko. En svona nú í pottinn búið. Þetta eru sem sagt ummælin sem ég hef verið kærður fyrir hjá samtökunum 78 og þar sem umræðan hefur verið, já, ég myndi segja, mjög skrítin þegar kemur að þessum ummælum. Ég teiknaður upp sem svona eitthvað ákveðið skrímsli og með vondan og ljótan ásetning og þess að vissilega get ég verið hvass og jú, þetta mál, ég tel þetta vera eitt af stóru samfélagslegu málunum sem við verðum að útkljá. Við verðum að komast til botns í þessu og sammælast það að annarkvort erum við að fara að halda áfram að styðja tilraunastarfsemi á börnum eða við gerum það ekki. Ég hélt að þetta væri útkljað að við stunduðum ekki ógagreinda meðferðir á börnum en það virðist ekki vera. Á Íslandi viðgengst það að ógagreinda meðferðir á börnum séu gerðar og það er eitthvað sem við verðum að fara að laga. En já, þetta voru sem sagt, ég held að þetta sé bara allt efni þegar kemur að sko þessari kæru á hendum mér og ég held að þetta sé í raun og veru bara svona ágætis byrjun, eða ég held að þetta sé svona ágætis yfirferð yfir þetta efni sem ég svona einhvern veginn, ég held ég get ekkert farin eitt dýpra ofan í þetta eins og ég segi, það málið er náttúrulega enda til rannsóknara og þannig að bara gjör svo vel lögreglan á sviðinu sem ef þetta hjálpar ykkur í ykkar rannsókn þá bara verði ykkur að góðu en sem sagt, þetta er tjáningin sem ég hef verið kærður fyrir, þannig að ég hef alltaf sagt það að lausnin er einfaldlega sú að þegar börn eru tekin út úr þessum aktivisma, þá verður hægt að ná friði og sátt innan hreyfingarinnar og þegar við hættum að ganga á réttindi eða þegar hreyfingin ykkar, vegna þess að ég tel mig ekki vera partur af henni lengur, en þegar hreyfingin ykkar hættar að ganga á borgaraleg réttindi eins og til dæmis barna og kvenna, þá verður meiri sátt og þegar innréttingunni í skólakerfinu linnir, þá verður líka meiri sátt. En ég ætla að láta þetta duga að sinni frá mér. Ég vona að þessi yfirferð hafi reynst gagnleg og það verður bara spennandi að sjá hvað ég tek fyrir í næsta þætti. Ég er hvergi hættur gagnrýni á hvorki samtökin 78 eða stjórnvöld eða alþingi eða annað, þannig að í næsta þætti þá mun ég aðeins fara inn á samtökin 78 og ýmislegt sem hefur komið fram frá þeim og okkur eða mér hefur verið bent á að taka fyrir, þannig að ég bara þakka ykkur áhorfið og ég vona að þið haldið áfram að fylgja mér. Ég vona að þið subscribeið, likeið og deilið og ef ykkur vill skrifa upp úr þessum podcastum eða hlaðvörpum þá er ykkur frjálst að gera það og ef þið viljið nýta efnið þá er ykkur líka frjálst að gera það ef þið getið heimildarvitaskuld. Ég vil þakka öllum sem leyfði mér að nota efnið sitt og ég vil þakka öllum sem hlýddu og verið sæl. Bless.